can go hard or you can go home. Syngjaðu hérna. Þetta eru will.i.am, Mick Jagger og Jennifer Lopez. Það FM 95 blöð sem heilsar ykkur þennan 50 daginn og eins og alltaf á 50 dögum. Og þá Hjöppi K mættur í stúdíu. Hjöppi, vertu velkominn. Takk að kella fyrir það. Hvernig ertu þennan 50 daginn? Ríkalega góð. En það ekki, ég sé það bara á þér. Já, ég kláraði minn fyrsta spinningtíma í gær. Til hamingju með það. Mást í sexy spinning með Sveini Andra? Nei. Ég fór bara eitthvað venjulegt sko. Já. En fyrst skipt síðan á að klára. Ok, og hvernig var það? Það var ríkalega næs og svo... Er þetta ekki klukkutími eða eitthvað? Klukkutími, það svitnar hann svo óðum maður. Hasperur í dag? Svo leti ég skutla mér á barinn og fór beint í einn bjór. Og það bara besta sem ég hef gert á ævinni. Fórst að drekka á þig aftur kalóriðina sem varst að brenna? Ég veit það ekki, en allavega þetta bara besta sem ég hef gert á ævinni núna. Að taka eitt ískaldan eftir spinning? Já. Þetta verður endtekið. En eru hvernig með spinning, og nú er ég ekki að spyrja með neina fordóma eða neitt, en það er mun meira kvenfólki í salnum eða ekki heldur en kallmönnum? Það er svona 50-50 bara, held ég. Sveinn Andri er búinn að opna þetta alveg fyrir okkur strákana? Hann var ekkert að það sko. Nei, ok, það er einhver svona skrítnasta mynd sem ég sé á Facebook. Þegar hann var í sexy spinning ber og ofan. Já, þá sá maður Svein Andra ber hann ofan, aftast í salnum með eitthvað og bara konur í salnum. Já, ég er að segja það, og hann líka er það grjótarður, hann tekur stundum 2-faldan tíma. Já. Hann er hún hálfgerður aðtunumar í spinning, sko. Og hann er líka þannig að þegar hann mætir ræktina, þá fyrir hann í sturtu áðan fyrir ræktina. Bara svona til að rífa sig í gang. Já, lykta vel og... Já, ég meina... Hann er náttúrulega líka ekki bara í ræktinu til þess að koma sér í form, það er ýmislegt annað sem hann að gera þarna og þessna kannski fyrir hann í sturtu. Ég veit það nú ekki, en hann er náttúrulega bara... Nei, ég er að tala bara mingla og svona. Já, en ég er að segja, þú veist, það dreymir allar að komast í þetta Sveinsandra form eins og þetta kallast. Þannig þetta var svona fyrsta skrifið að því. Þetta ná að klára eitt heilan spinningtíma. Ég er óskvæði til hamingju með það. Það ert ekki líka búin að, svona, ekki þá stert í átækis fyrir framan alþjóð eins og Gauji litli, en ert ekki búin að taka aðeins æði núna upp á síkasti? Já, svona eitthvað 5-6 kíló, ekki? Eitthvað smá, ég veit það ekki. Nei, það er ekki að telja. En við erum með, magnaðan þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur, og það er eins og alltaf á 50, þá erum við með fasta liði eins og, Brjál Breki, við erum með Tuðhófnið, flottulega keppnina, Logi Bergmann kemur inn í heimsókn til okkar þar sem hann er kynnir á Edduhátíðin á laugardaginn, ætlum aðeins að ræða það við hann, og svo erum við líka, við erum að fara að gefa fullt af miðum og eftir á konudaginn, konudaginn á konukvöldið á konukvöld FM 957 sem er haldið á Austur. En að gefa nokkra með á konudaginn. Já, bara hérna. Og hvað er því þetta? Þú færð að fara á konudaginn. Fara á konudaginn. Já. Hvað segir, ætlar þú að gefa einhverju konu eitthvað á konudaginn? Ætlar ég? Já. Nei, ætlar það. Það er kannski maður bara bjóði mútt út að geta eitthvað. Það verður ekkert alveg ekki dúlla. Það má aldrei segja alveg svolítið kríku þig. Ég er samt ekkert að ljúga. Það er aldrei vitið með bjóðinni, eitthvað. Ok. Hraðlestin eða eitthvað. Ok. Þegar það er náttúrulega, hún er ekki með a man to treat her. Já. Ok. Það má svona spila henni. En þú, kann þú að gera konudaginn? Bara liggja heima þunnur. Ég bara slaka á. Já. Þetta en gerður einhvað á Valentínusardaginn á þriðjudaginn? Var hann einhvað öðru í sem aðri dagar þegar hér var? Já, ég setti í bað og smá svona, setti einhverja kúlur í baðið og svona. Nó, gerður þau vel við þig? Gerði bara vel við sjálf á mig. Já, það erum að gera. Lyktaði vel, setta með svona kókosölju allan. Ekki eiginlega fyrir með bað. Þetta Valentínusardagurinn, hann er samt það er ekkert bara fyrir konur. Nei. Það er fyrir okkur öll. Það er náttúrulega fyrir okkur öll. Og veistu hvað, það þreyta sem til er í heiminum í dag, held ég, er lið sem að tuðar yfir því einhverju vilja halda upp á Valentínusardaginn. Ég er enda búin að tuði í alla. Mér finnst það góðu lagi. Það er ekki að brjóta upp febrúar með einhver smá gleði. Jú, ég er alveg sammála því, en eina Valentínusdagurinn er samt svona einhvern veginn sem er bara komið frá Bandaríkjunum eitthvað og við erum svona að reyna að eftir eitthvað, skilur þú? Það var ekki Valentínusdagur þetta fyrir 20 ára síðan, sko. En hvað með það? Nei, nákvæmlega. Ég er sammálaður. Það var ekki vestlunumhelgi fyrir 1000 árum. Jó, eða ekki, það verður alltaf verið vestlun. Ja, þú veist hvað ég á við, þú veist hvað var ekki fyrir 1000 árum. Já, nei, það er akkurat málið, það eru svona bandaríski dagar eins og Halloween og annað sem er að koma inn núna. Það er svona góðu lagi, maður. Já, en mér finnst hann svona samt, ef ég ætti konu, þá myndi ég gera betur við hana á konudaginn heldur Valentínusdaginn, sammála því? Já, ég er enda þannig þegar ég er í sambandi og ger ég vel alla daga. Já, bara stammaður. Herðu, fáum What Doesn't Kill You Makes You Stronger með Kelly Clarkson áður ég æla á Hjörvar Hafliðarsson.
Kills You Makes You Stronger. Það hárrétt hjá henni Kelly Clarkson. Það fjalla öll lögin hennar einhvern veginn það einhver búinn að fara illa með hann eða hún hætt með einhverjum gaur og það allt í hasi. En hvað líka skemmtilegur Hjörvar þegar þú búinn að skýta á þig og einhver segir þið, herru, þar sem að drepið ekki, gerið þið bara sterkari, sko. Nákvæmlega. Þetta svona leiðilustu orð sem maður getur heyrt, held ég. En það hins vegar komið að slúðurpakka dagsins. Nú, jæja. Og það ekki búinn að bíða spenntur eftir honum. Það reyndar eins og alla vikuna þá fjallar slúður Whitney Houston. Það alltaf einhverja nýja fréttir af því máli og ég sagði ykkur frá því í gær að hún verður jörðuð núna á laugardaginn í New Jersey. En nú var að komið ljós að Beverly Hills hótelið þar sem að hún fannst látin, þeir hafa ákveðið að leigja ekki út að herbergið næstu vikurnar og jafnvel næstu árin. Menn voru hræddir að þeir myndi fara sömu leið og Sony Records og reyna að hagnast á dauðennar, en þeir gaf út yfirlýsingu núna í morgunum að það er ekki hægt að leigja þetta herbergi, svona allavega næstu vikur. Já, þetta er sorglegt af mig. Já, alveg skelfilega sorglegt. Það er náttúrulega ótrúlega hvernig vinsældi söngvarar aukast við að Já, þú veist hvað maður að segja. Að plötusalan fer alltaf í gang. Þetta er svo Sveppi segja, það er bara því að þá manstu bara í alveg rétt og ná svo mikið af flottum lögum. Já, hún er svo frábær. En manstu þetta er eins og Roy Orbison. Já. Þú veist, allt í hennu fóru lögum af honum að hljóma á biljónu útvarpinu eftir hann dó. Já. Þetta er einhver tískubóla sem þetta er alltaf gang. Kurt Cobain og Jackson og þetta á við eiginlega alla sem að hafa farið svona síðustu árin að þá verða lögir að mun vinsælli. Já. En ég ætlaði mitt talandi lögin en að Whitney Houston, þá ætlaði ég að lesa að það var gerð könnun núna hvað væru vinsælustu 5 lögin hennar gerð á netinu og mörg þúsund manns svöruðu og í 5. sæti var Exhale. Það er eitthvað lag með henni úr myndinni Waiting to Exhale. Manstu þetta því lagið eða? Nei, en ég man að maður mann að heyra. Var það söm myndi og var henni What you gonna be? Já, ég held að Það er Salt and Pepper að gera hérna To the right and don't let go. Já. Nei, jú, það er saman myndildi. Svo er það í 4. sæti I Wanna Dance With Somebody. Það er nú lag sem að mann eftir síðan 1987. Svo í 3. sæti við vinsælustu lög Whitney er Greatest Love of All. Það mannst ekki eftir því. Jú. Hvað ég bara ekki fáið þetta. Ok. Já. Svo í öðru sæti er How Will I Know. Já. Og hvað heldur þú sé í 1. sæti? Will always. Já, það er sem sagt í 1. sæti og þetta eru 5 vinsælustu lög Whitney. Það er eitt af 5 bara vinsælustu poplögum allra tíma. Já. Það lag svona, ég man þegar ég var á Reykjum í svona 12 ára bekk, þá var þetta lag bara allan tíman á. Já, ég veit það, ég var alltaf að vanga við þetta lag. Ég var ekkert í því. Ég var ekkert í því. Það var einu skipti sem ég fór í gallabuxur þegar ég var að fara á böll og vangaði. Já. Ég var ekki mikið í gallabuxum sem Gutti. Varstu í töffötum með það? Ég var alltaf bara einhverjum íþróttafötum eins og lúði. Nei, ég var mjög stílisöður. Já, það hefur byrjað snemma höður. Svo er það síðasta slúrið, það er af Billy Bob Thornton, en hann var núna í opinskóða viðtala sem hann ræddi meðal annars það að hann og Angelina Jolie var ennþá góði vinir eftir allt saman og sagði að hann væri sennilega svona rugglar í dag þar sem að pappans fór alltaf með hann sem gutta að elda bílslys og honum til skemmtunar. Þetta er sennilega eitthvað skrítnasta slúðufrétt sem ég lesið á ævi minni og ég veit ekki hvað pappans hefur verið að reykja á þessum árum, en þetta... Þú verður beðin að velja svalasta mann í heimi. Hann fer, veist, og hann er ofalega, sko. Þetta er náttúrulega, hann er grjótharður, sko. Og hann er líka ógeðslega fyndinn. Já, þetta er náttúrulega alveg snillíkur. Bad Santa er... Það verður aldrei búið, þú veist, mér finnst alltaf að finna að fólk tala Christmas Vacation eins og þessi fyndin, jólamynd, sko. Bad Santa er svona miljónsinnum myndari. Hann er svo harður í henni, maður. En hvers konar faðir bara, herri, nú fyrir við að finna eitthvað bílslys, keyrum maður. Þetta er nú bara svona sama eins og rítardsarnir, þegar maður sér eitthvað bílslys, þá er alltaf ákveðni snillingar sem að hægja á sér og vilja alveg fá að skoða allt. Já, það er ekki svona forvitnin í manni, ég skoða ekki, ég vil ekki sjá hvort gæja bara. Nei, ég reyndar ekki, það er góða. Ég forðast það frekar. En allavega þá veitum við, af hverju, þá veit Billy Bob vill meina þetta sé ástæðan fyrir að hann sé svona skrýtna, hann sé ekki eins og allir, eins og flestir í dag. Hann er glerharður. Herðu, þetta var slúðurpakki dagsins. Gæðu slúður. Hér er flottulega keppnin hjá okkur og svo er það Brjáln Breki, Logi Bergmann kemur að ræða við okkur Mettu, hátíðina og fleira. Þannig að það er nóg framdinn hjá okkur en hérna kemur að mínu mati harðasta lagið á FM 957 og hrikalega flottlega. Þetta
kemur hann í svona góðan fimmtagsgír, sammála hjá þér? Þetta er orðið gamalt. Já, ég veit það. Fínt lag samt. Já, það er... Þegjum og spilum þetta lag. Þetta er ekki góður? Jú. með Avol Nation held ég heita alveg öruglega þið að hlusta hérna á FM 9 Blöð og ég og Hjöppi verðum með ykkur alveg til 6 í dag, 50 dagur og mikil stemming í okkar strákunum. Ég ætla að spyrja þig hérna Hjörvar, finnst þér þú svona, til dæmis frá svona dagsmunu, finnst þér þú stundum fallegri annan daginn en hinn? Horfðu stundum í speil og sagði, ég er nú bara nokkuð myndalegur í dag. Nei. Aldrei? Ekki eitthvað mismunandi, sko. Nei, samkvæmt könnun þá eru 78% á því að þau séu sem sagt að fólk sem misfallegt á svona þessi dagamunur á fólki. Já. Og yfir 90% af kvenfólki sem að tók þátt í könnun sagði já. Þannig að tala oft um að vera á ljótunni, stelpur. Já. Maður heist þetta nokkuð. Maður heist það, já, og maður sé status á Facebook hana, ég er með ljótuna og eitthvað. Ég hef aldrei heist neitt stráktala með að vera á ljótunni. Nei, menn þetta er aðeins góða punktur í það. En þannig að þér finnst þú til dæmis alltaf bara, venjulegur eða myndalegur að hvaða álit sem þú hefur að sjálfu þér? Já, ég verði að segja það, mér finnst ég alltaf flottur. Já, ég kannast samt alveg við þetta, maður er, veist, stundum það koma dagar sem maður er bara svona, maður er mjög betra en aðra. Þú veist búin að vera í Bláa lónunni í 7 klukkutíma og svo vakna daginn eftir og þetta er helmingi betur útlítandi heldur en í janúar, sko. Já, húðin orðin góð og svona. Já, og svona smá sól og svona. Já, það er enda, ég held að það spilur glinni smá tan. Já, hárið lýsist svona fallega. Nei, og það þekkir það ekki. Nei, hárið lýsist ekkert hjá mér en það þýðir það samt ekkert ég veit hvað það tala um. Það er svo góð tilfinning, veist ekki hvað er góð tilfinning, það er bara einhvern veginn hár á fallegt hár. Ég hef ekki alltaf verið sköllótt í þorfa, sko. Og hvern, byrju? Ég raka með þér í 23 ára, 24 ára. Það er það 10 ár síðan? Nei, það er 8 ár síðan. Já. Verða 10? 7 ár síðan, finn ég rakaði það. Þannig ég man alveg, ég veit alveg hvað þetta er með hár. Reynda var hárið að mér náttúrulega ekkert til að hrópa húrra fyrir síðust árin, sko. Nei, vá. En hérna... Nei, vá, hægt að tala um þessu, það hefur verið eitthvað ríkala. Hvað notaður í hári? Hvað varst að setja í það? Hvað meinaru? Hvernig gel eða? Já. Ég var í... Það heyrist hvað langt síðan þú hefur verið með hár. Það talar enginn í dag um gel. Gel? Hvað heitir þetta hérna? Það var eitthvað svona F eitthvað í svona appisvíkulut. Ég veit hvað það er. Fudge. Fudge, já. Ég var að fudge þetta í gang. En þú, hvað ertu með? Já, maður er með svona eitthvað leiði, sko. Maður þór ekki að segja þetta því að það má ekki spónsa eitthvað, sko. Já, gefa frí auglýsingu. Ég samt mann eftir það þegar ég snóðaði mig. Þá var einn vinur minn sem að hugsa nú aðeins meira aurin en aðrir af félögum mínum. Og hann tala um hvað ég verið heppin því ég þyrfti aldrei eftir að kaupa gel og sjampo og eitthvað svona kjafta. Ég bara er rólur. Ég var nú alveg til að splæsa í einhverju af þessu á mánuði, sko. Já. En þú ert að ferðir enda drullu vel. Já, þakka fyrir það. En þannig að þú kannast ekki við það, Hjörvar, að vera með ljótuna. Kannski og vaknar kannski þunnur og hefur legið á andléttinu eða eitthvað svona, sko. Þá er maður kannski ekki eitthvað glæsilug, sko. Er það alveg bara með eitthvað svona good shit sofafar bara? Já. En ég veit ekki, sko. Hefur kannski að opna fyrir símana og spyrja konur, ef það er eitthvað konur hann að hlusta, hvort það kannist við og hvað er verið að tala um? Já, hvað er að vera að ræða um, sko? Já, ok, spyrjum hérna 511-0957 stelpur, og ef þið þekkið eitthvað, við ætlum að spyrja út í ljótuna, þessar könnun heita, má sjá. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Herru, kannast þú við það að vera með ljótuna? Já. Hvenær ertu með ljótuna? Hvað er þetta, einhverju sérstöku tímar eða? Nei, bara þegar það búið erfitt eða bara, já. En það er þetta samt ekki oft á bara líka í hausnum að þér, ef þú til dæmis segir þú sett með ljótuna, þá er kannski kærastiðin eða vinkona ekki sammála, væntanlega? Já, þú veist, þeir verða allan að segja það sem finnst það ekki endilega. Hvenær finnst þér þú vera alveg sérstaklega ljót?
Ég veit það ekki, það bara svona einhverju dagar sem bara sama hvað maður gerir, maður bara alltaf ljótur. Það janúar eða... Þetta ekki mánaðarskipt? Það svona ljótasti mánuður þinn. Ég veit það ekki. Örugglega janúar eða febrúar. Nei, sko, því ég þekki þetta af eigin raun að þá samt sá ég ekki mun, til dæmis þegar fyrirhandi kærist mig var með ljótuna, þá sá ég ekki mun á henni heldur en þegar hún var, veist, þegar henni fannst hún ekki vera með ljótuna. Þannig að ég held að þetta sé meira, er þetta ekki bara eitthvað svona í hausnum á kvenfólkistundum? Já, prófljótan, kannastu það? Nei, ekki sérstaklega, kannski var svona eins og var gæst venjulega. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Já, við ætlum spyrjum eitt hvað mann er viðbútt. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló? Halló? Hvertu þennan bara? Já, það er leitir. Má sjá, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan dag. Já, góðan daginn. Ég kannast alveg við þetta. Það virðast einhvern veginn allar konur kannast við þetta. Já, en ég held líka að skipti þetta alltaf máli. Ef maður er búinn að sofa lítið, þá náttúrulega er maður með kannski póka undir augunum. Já. Það fer eftir hvað maður er búinn að borða. Ýmsar matvörur alltaf valda bjúi. Já. Margir eru misviðkvæmir fyrir því, þannig að fólk getur fengið póka undir augun og við erum bara með bjúi í andlitinu. Þó maður getur ekki bent á nákvæmlega hvað það er, þá kannski það hafa áhrif. Ok, en segðu mér áttu mann? Já. Nei. Nei, ok, en tekur eftir þessi á karlmönnum? Finnst þér til dæmis einhverju viniðinir eða einhverju kringu sem þú þekkir svona af mönnum vera misfallegir? Ekki mikið, suma dag er fólk náttúrulega bara þreytt og eitthvað hálfmiklar. Já, látt mig þekka. Það sé oft í haustum bara. En byrja þú alla dag eins og ég með að setja íspoka á andlitaður? Nei. Ok, það er rosalega góð regla. Já, ég skal koma. Alveg frábær regla og nærir húðina svo vel. Kæla það sniður og þá ertu tilbúin í daginn. Já. Herri, takk fyrir þetta. Ok, takk fyrir þetta. Ok, bye. Það er staðfest, það kannast við þetta. Tvær konur og þær voru báðar sammálaðsum en þetta verðist ekki alveg elta kallmennlega mikið. Ég enda, eins og við sögðum, við erum örugglega bara í hausnum aðeim en við ætlum að fara núna í stuttar auglýsingar og komum svo tilbaka með flottulagakeppnina og brjánbrek og annað. FM 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone höllinni 10. mars. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. Tveir flottir plötusnúðar frá Noregi. Jamie og TTK hita upp ásamt einum allra besta íslenska plötusnúðunum Danna Deluxe. Ekki missa af magnaðri upplifun með Tiesto. Miðasal er í fullum gangi á miði.is. Burn, Dominos, Sky Agency og FM 957. Topp tónlist. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto er ekki pizza, en hann borðar pizzu. Já, Dominos 58-12345. Flugfélag Íslands kynnir. Þá er loksins komið að því. Árleg skíðaferð FM 957 til Akureyrar verður farin helgina 3. til 4. mars. Nú endurtökum við enn einu sinni þessa ótrúlega vinsælu ferð FM 957 til Akureyrar. Við ætlum að fljúga norður laugardagsmorguninn 3. mars klukkan 9:30 og tilbaka aftur á sunnudeginum klukkan 19:40. Sem sagt, 2 heilir dagar í Hlíðarfjalli. Innifalið í þessari mögnuðu ferð er flug norður, gisting á gistiheimili Akureyrar, helgarpassi í Hlíðarfjalli, rútuferðir, léttur matur og brjálað Finnlandiaparti á Pósthúsbarnum. Allur þessi pakki er á aðeins 22.9. Alls ekki bíða. Skráðu þig strax hjá Hópatel Flugfélags Íslands í síma 570 30 75 milli 9 og 4. Það er mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði. Athugið, það er 20 ára aldurstakmark í ferðina. Hlökkum til að sjá þig. Flugfélag Íslands og FM 957. Taktu þátt í Chicago Town pitsuleiknum, safnaðu númerum sem eru inni í pakkanum og stimplaðu þau inn á chicagotown.com. Fjöldi vinninga í boði fyrir alla þá sem safna nægilega mörgum númerum. Leikurinn stendur til 30. Toppleikir í Evrópudeildinni á Stöð 2 Sport í dag. Ajax Manchester United klukkan 17:50 og Porto Manchester City klukkan 19:55. Fáðu þér áskrift í síma 5 12 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blöð er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. FM 95 Blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.
Allt syngja Frikki Dór, Steindi Junior og Ásgeir við það má með sannig segja við Hjörvar séum til í allt hérna. Við erum í miklu stuði þennan 50 daginn og steyttist í að Logi Bergmann kikki hérna á okkur. Já, það er ótt að segja við séum til í allt hérna og... Já, erum við ekki til í allt? Jú. Nei, ekki. Herðu, við erum alltaf til í flottulagakefnina. Það er komið að henni. Það er dagskráraliður sem er alltaf 50 minna hjá okkur hjá. Ég hef búin að pæla mikið í flottulagakefnina af því ég er on a winning streak. Ok, betur hvernig er staðan? Það er held ég 3-2 fyrir þér. Ok, blöða 3-2 yfir og já, þú vannst daginn... Stór sigur með hérna lífið er yndislegt. Það var amazing plan of attack. Ég teiknaði samt nýja plan of attack í vikunni. Nú? Ég ætlaði að vera með Whitney Houston. Það er bannað. Já, ég veit það. Svo hugsaði ég bara með mér. Það er svona pínu yfir strikið til að reyna að vinna þessu. Já, mér finnst það lélegt, sko. Komið I Will Always Love You bara og, veist, þú er alltaf reyndar, það hefur verið gott plan of attack hjá þér, eins og kallað það. Já, ég veit það. En ég hugsaði bara með, ok, það er easy win. En ég vil vinna þetta með smá dignity. Ok, en þú ert greinilega búin að spá mikið í þessu og tilbúið með flott lag. Já, ég ákvað að henda í besta lag ásins 1999. Ok. Eða svona 99-2000, eitthvað þannig. Hvort viltu vera á undan eða eftir? Ég skal bara á undan því að ég held að þetta sé þannig lag að það er ekki hægt að vinna. Já, ok. Og ef ég fæ það í alveg gæðum, ekki taka eins og daginn þar sem hún fannst bara eitthvað... Þetta færði í alveg gæðum, ég spila bara alveg myndbandi hérna. Herðu, ok, er eitthvað sem vil segja að þú setja þetta í ganga? Nei, þetta er bara með Will Smith og heitir Miami. Ok. Miami. Þetta er lægans. Hækkaði svo þegið. Það er bara eins og sett dottin í það hérna. Þetta er hrikalega gott. Finnst þið það? Mér finnst þetta allt í lagi á sínum tíma, sko. Welcome to Miami. Þetta er hrikalega gott. Já, mér finnst þetta ekki eldast, ég tel með sigurstranglegin í dag, það er bara... Nei, ef eitthvað lag sem er ekki hægt að vinna, þá er það Miami með Will Smith. Herru, þetta er eitthvað sem að Hjöppi var búin að spá lengi, það er komið 90 sekundur og þannig að það er komið... Ekki komið einhvern algjöran viðbjóð, ég nenni ekki að vinna með einhverju drasli, sko. Þú ert ekki að fara að vinna með í dag, ég get lofaði því, það er engin séns á hlustendur veljið þitt lag frekar en mitt í dag. Þá er bara ekki lagi. Herru, það kom að mínu lagi. Hjörvar Hafliðason var með Miami með Will Smith. Ég er spáð að setja hérna á Coldplay Scientist. Toppaði þetta. Það eru 20 sekundur eftir, sko. Ok, hérna, þá er klárað þetta. Ég skal svo ræða þetta eins við þig. Finnst þér þetta ekki flott lag, eða? Jú, klárað þetta bara. Já, það er að koma að vilaði mitt hérna. Það er mínum að þetta er bara eitt flottasta lag allra tíma. Take me back to the start. Við erum búin með 1,5, þannig að þið miður þá... Ok, nú er ég ekki að grínast þetta og hérna, ekki hlæja það neitt svoleiðis. En er eitthvað sem þú vilt ræða eða... Hvað menn? Ertu í einhvers konar krísu eða líður þér illa eða... Nei, svona ángríst, líður eitthvað illa. Þú veist, ég er alltaf... Þetta er 10 sem er flottara lag, maður. Ég er ákvörð maður sem mótt að tala við líður eitthvað illa, sko. Ég er sjaldan verið betri og þetta er bara mínum að þetta er flottasta lag allra tíma. Nei, ángríst, er allt í lagi... Það er allt í lagi. Ok, það er gott að heyra. Ok, ef að þið finnst Miami með Will Smith flottara heldur en The Scientist með Coldplay, þá byrjum að ringja ekki núna í 511-0957. Jú, herru, þú mátt ekki vera þessu. Nei, ok. Herru, opnum fyrir síman. Það er Scientist með Coldplay eða Miami með Will Smith. Fyrstur upp í 5 vinnur. F95 blöð, góðan daginn. Halló. Það er Hjöppi. Það er ekki. Takk fyrir þetta. Fyrir ykkur fagmaður. Finnst þið það flottara eða? Já, klála. Takk hérlega fyrir þetta. Já, ég er bara ángríns, ég er hissa. Ég held ég myndi rúllaður upp í dag. Herru, Hjöppi komin 1-0 yfir, sem er alveg reynd ótrúlegt. FM95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það er Coldplay allan daginn. Já, eða ekki. Það er Coldplay allan daginn. Hvað meinar með allan daginn? Hver kenndi þér að tala svona? Miklu flottara lag, ég er ánægði með þið. Ok, bye. Herru, hvað dónaskapur þetta? Takk aðeinslega. Herru, það er 1-1 hérna, FM95 blöð, góðan daginn. Hjöppi, engin spurning. Takk fyrir þetta. Ert þú mikill Miami maður? Það sjálfsögðu. Já. Þetta er yfirburðis. En finnst þér hitlagið ekki flott? Ekki þetta. Ain't no surprise to see Sly Stallone. Miami, my second home. Er ég að tala um frænd? Glasið, takk fyrir þetta. Frænda mána hérna eitthvað, Coldplay-dildin eitthvað. Hvernig geta menn verið svona villisir? Maður sjá, 2-1 í höpa. FM95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herðu, Austi. Á, vel gert. Þarna fekk ég eitthvað að lauma atkvæði.
Thank you, man. Love you. Hvaða laumagæði? Það var eitthvað gæði sem öskraði að ég ætti líka. Já, ok, ég heyrði það ekki eins og. Takk ekki mark á honum. Nei. Takk hjá fyrir þetta. Segðu honum að láta renna á sér. Herðu, maður sjá, það er 2-2 allt að gerast, F95 blöðbandin. Ég fekk hérna... Nei, þú fyrir dagkvæðið, fólk þarf að hringja inn. Herru, ég verði eiginlega að gefa auðuninn. Djöfull er jánaðið með fyrsta kartkins hérna. Vá. 3-2, Þetta er náttúrulega bara miklu fallera lag, sko. Já, ég er fallera lag, en er eitthvað lag sem kemur mann í meira stuð en Miami, með Will Smith? Miami er náttúrulega gull, sko, en hérna, ég er bara í svona skapi í dag. Já, ok, hún greiðlega þungur í dag. Herru, horfa mig, ég skemmt brosandi. Hang in there, bro. Herru, myndu, það er alveg saman hversu slæm þingan er eitthvað djöfulum þú gerðir, það er alltaf ljós í endagangana maður, það er bara þannig. Já, það er alltaf þannig. Herru, hafa það gott, vinnur. Settu saghendist á og gleymdu þessu. Ég gerði það. Já, bæ. Herru, staðan er 3-2 fyrir blöð. Wow, poet. It's a kind of town. FN9 fyrir blöð. Halló? Miami. Coldplay, djöfull er ánægð með þið. Staðan er 4-2. Ég vissi þegar ég kom með scientist í dag, Hjöppi, að ég væri að fara að jarða þig. Herru, ok. Takk hjá þetta, Önnur. Herru, ég er einu og alltaf... Hvað eru Will Smith menninir? Hvað eru Will Smith menninir? Já, þetta er fínasti leikar og allt það. Þetta var aldrei góður rappari, sko. Jú, ég var að spája með þetta með Getting Jiggy With It. Þú ert með svo skrítinn tónlistarskap. Herru, halló? Hver fæði þitt atkvæði? Já, það er eitti. Anna, glæsilegt. 5-2. Og ég er það þegar ég kom með 4-2 fórustu í þessari gefnihjórar. Ok. Herru, takk aðeins fyrir þetta atkvæði. Okay. Hvað eru Will Smith menninir? Will Smith, það er alltaf búið núna. Leikar fóru 5-2 fyrir blöð. Nú varst að segja að það er 4-2. Já, svo breytur aftur stöðunni. Nei, svo var ég að fá atkvæði núna. 2 strákar og 3 stelpur. Nei, þú sagði 4-2 eftir og hún var búin að tala. Hjörvar, ég get svo svara. Hafðu þetta bara eins og þú vilt Halló? Halló? Ég láti öll að taka þetta svona Hver hefði fengið þitt atkvæði? En öll fara saman. Hanna þekkið, þá var búið að tryggja þetta 60. Takk aðeinslega. Þú varst að vera spenntur hann að Hjöppi. K.O. Já, ég sé greinlega að Will Smith mennir eru greinlega ótnið það gamli, sko. Já, ég hugsaði bara með mér. Þeir eru svona fjarlægast okkur. Ég verð að viðurkenna það, Hjörvar, því að við höfum oft rifist tónlistarsmekk, þinn og minn. Að ég hugsaði, ég ætla ekki að fara að tapa 3. skipti í röðu hérna. Ég hugsaði, hvaða lag? En veistu hvað, sko, ég var með þið fullkomna vopn. Ég var með þið fullkomna vopn að splæsi Whitney Houston. Já, það hefði bara verið low. Ég veit það. Svo svona sett ég þetta í gegnum síðanefndina. Já. Sem að ég er bara sjálfur með. Já. Sem að hefur oft hjálpað þér. Og hérna, ég er svona hugsaði bara, nei, þetta virkar ekki. Hver er... Og svo segir bara með mér, nei, ég ætla ekki að koma með Pitbull af því að það eru auðvelt að vinna þig með Pitbull. Nei, þú er tapað tvisvar með Pitbull. Nei, aldrei. Og þannig að ég hugsa bara með, ok, Will Smith var heitasti rappari í heimi á sínum tíma og vinsælasti entertainer of all time. Best að hendi hann. Já. Og svo fatta ég það að það fólk sem hlusta á hann er kannski meira hlusta á bylgjuna þetta. Nei, Coldplay líka, þú veist, þetta er bara, þetta er bæði vinsælt. Herðu, ég þakka hlustendum kærlega fyrir þetta, þá var staðan 4-2 í flottulega-keppninni, en já, talandi flott lög, Hjörvar, þetta er nú huggaði.
Ég held þetta að vera sérstaklega að spila fyrir þig, Hjörvar. Þetta Avicii, Nadia De Ali. Næ, ég var alveg heyrt það betra en það var í lagi. Já, en þú dýrkaðir hitlagi hérna með Levels. Þú ert mikill fan af því. Nei, rólegur. Þú sagðir ekkert með mig, shit, hvað þetta flott lag. Er það? Já, ég er ekki íkja. Okay. Þannig ég held að þetta væri bara þitt band. Nei. Herru, þá byrst ég afsökun að þessu. Þá fékkstu ekki þitt lag ofan í ósigurðinn hér áðan. Herru, það styttist ég viljum að gefa hérna eftir miða á konukvöld FM 957 sem haldur verður á Austur á laugardaginn og það er mikið húllumhæð þar. Það verða Blár Ópal, Frikki Dór, systkinadúettinn Arnar og Ingunn, Úlfur, svo verður Jóur með Íslandi með uppistand og pörupiltar og svo er eitthvað rosalegt happræti þarna þar sem eru, utanlandsferðir frá Wow Air, Adam og Eva gefa vinninga TG og snirtistofan Systrasel og svo verður eitthvað kynningar frá TG Hárvöru, Mótus, Hárstöfu, Airbus. Er Blár Ópal að spila? Já, þeir eru að spila hana. Kaustu þá hann í Eurovision? Herri, ég kaust Magna. Gaf Magna mitt atkvæði, Magnificent. Áfram vann sann ekki Magni það? Er fólk eitthvað pyrrað út í hann? Hann er með, þú veist, þetta á langbesta lagið. Já, sko, Blár Ópal vinnur símakostninguna. Já, það var svona nokkuð lesið. Maður hélt náttúrulega svolítið mingo en var ekki þetta Magna-lag langt best? Já, mér fannst lagið hans Magna svona eiginlega besta. Ég var að keyra í gærkvöldi. Já. Þá heyrði ég þetta Magna-lag og þetta er náttúrulega, þetta er ekki döfur lag þessari keppni. Já, ég er hjartanlega saman að það, sko. Það er náttúrulega eftir að heppita það út. Já, eftir að heppita þetta sjálfsögðu út. Ég byrst afsökunar á þessu að heppita það út. En lagið, sko, Hugar og hvort sem þetta var Eurovision-lagið ekki, þá held ég þetta geta alveg verið mjög vinsælt lag, sko. Bara svona dægulag. Akkurat þetta lag. Þetta var drullu fínt lag hjá Magna. Já. Þetta var samt vond útsending á þessari keppni. Fannst þér? Greinilega allt klikkað sem gætt klikkað í pródúsunni í Hörpunni. Sáum að þeir sem voru að syngja heyrði ekki sjálfum sér. Já, Magni Kassa reif eira úr sér. Lýsingin var léleg, ég er engin ljósamaður en ég sá að það klikkaði eitthvað. Það þurfti eitthvað snilling til að sjá það minnaru? Nei, þannig að það var eitt og annað sem klikkaði þarna í þessari útsendingu. Já, ég er náttúrulega búinn að ræða þetta alla vikuna. Ég fekk Ingo Timminn mánudaginn og annað og veist, það er náttúrulega svolítið fáránlegt að sé verið að halda símakostningu og svo gildir hún í rauninni. En ég meina, en svo var tilkynnt þessi dómnefnd, sko. Já. Ég treysti á það að þetta væri þá Bó Halldórs, Helga Möller, Sigga Beinteins, Gretar Örvas, þú veist, Draupnir vinnu minn. Já. Og hvað heitir gæinn sem er alltaf í öllum spurningaþáttunum um Eurovision? Maggi Kristjáns hefði líka alveg getað verið eitthvað svona ekki. Maggi Kristjáns, hvað er það að tala um? Maggi Kjartans, já. Maggi Kristjáns, Þú verður svo genuine nextlega þó maður mismæli þessu stundum. Já, það er bara, ældi ekki á mig. Já, ég allan að, til hvers að vera með dómnefnd ef þetta ekki með Siggu Beinteins og Gretar Örvason. Nákvæmlega. Það maður þekkti ekkert lið. Herri, við ætlum að gefa þarna konukvöldu eftir. Svo er Brjálbreki, hann er rétt handa við hornið. Og svo ætla Logi Bergmann sem er kynnirinn á Eddunni á laugardag. Við ætlum aðeins svona að ræða við hann og skjótun og aðeins á Loga. Ég væri til að fá svona Ricky Gervais okkar Íslands næsta laugardagskvöld. Á Edduna. Láta hann bara rakka niður fólk og svona. Hefur þið séð Loga skemmta? Já. Mjög skemmtur. Hann er mjög fyndinn. Já, hann er hress. Þannig að þið ringið bara 11-511-0957. Þið ætla að reyna að vinna miðana. En við ætlum að fá stuttaröl ykkar. Árlegt konukvöld FM 957 verður haldið á skemmtistanum Austur laugardaginn 8. febrúar næstkomandi. Tekið verður á móti konum með veitingu frá veitingastanum Tandoori ásamt því að Smirnoff kynnir frábæra bragðtegundir. Kynningar frá TG Hárvörum, NYX Cosmetics, Airbus og Makeup School, Mótus Hárstofu og snirtistofunni Systraseli. Nokkra konur á kvöldinu sjálfu geta nælt sér í ferðavirðing út í heim með Wow Air. Á slaginu kl. 10 hefst svo frábær dagskrá fyrir konurnar. Magni, Blár Ópal, Úlfur, Friðrik Dór og systkinadúettinn Arnar og Ingunn. Uppistand frá Jóa og með Íslandi og pörupiltum ásamt öðrum óvæntum uppákomum. Kynni kvöldsins er Ernadís og morgunþætturinn Magasín. Ekki missa konukvöldi FM 957 á Austur þann 8. febrúar. Miðar eingöngu fáanlegir á FM 957. FM 957 og Sena kynna nýja tækniundrið PlayStation Vita. Hér á ferðinni byltingarkennd leikatölva sem færir þér kraftinn úr PlayStation 3 í lóan. Tölvan inniheldur meðal annars Wi-Fi, 3G, 2 þumalpinna, ótrúlegan snertiskjá og 2 myndavélar. Þessi lygilega leikatölva lendir í verslunum miðvikudaginn 22. febrúar en FM 957 ætlar að gefa þér möguleika á að næla þér í allra fyrsta eintakið deginum áður í þættinum FM 95 Blö. Skráðu þig inn á fm957.is og þá ertu komin í pottinn. Nældu þér í allra fyrsta PlayStation Vita eintakið og gerðu svo grín að vinuðinum sem þurfa að bíða í heilan dag. FM 957, Sena og PlayStation Vita. Nú er heimurinn þitt leiksvæði og allir spila með. FM 95 Blö er í boði. 19 kredi.
Hérna í FM 95 Blö á FM 957. Það hins vegar komið að ég að ringja núna í mann sem að, er jafn elskar og hatar. Ég fæ jafn mikið að tölvupóstum þar sem að verið að rósa þessum manni og þar sem að verið að svona rakka niður. Hann ekki allra Hjörvar, þessi skemmtikraftur, hann Brjáln Breki. Mæni. En það oft hann með þessa bestu eða ekki. Jú, klar fyrir tóðun og fullt fólki. Já, menn Svo hann frábær. Já, menn umdeldir og ég svona ringi alltaf í þennan unga dreng á 50 og unga dreng, hann hvað er hann, 34 eða? Já, hann ekki 30, hvað sagðist hann, 32? 32 eða 34 held ég. Já, erum við ekki ungir ég og þú eða? Jú, ok. Nei, ekki gera, við erum ekki, við erum þetta gamlir, nei, við erum samt ungir. Já, en Brjáln 34 ára gammal, sko, hann það hætti að tala um að smá unga dreng. Hann fættur 78. Ok, ég ætla að ringja henni hann. Leðsáröndi. Nei, sælun, hvað segir Brjáln Breki? Ég drullið nættur, ég að lusta hérna á lagið þitt. Lagið mitt? Já. Hvaða lag? Heyrðu þetta ekki? Já, FM 95 Blö lagið? Já. Já. Drullið nett. Já, takk fyrir það. Já, ég var að fá netið aftur hann, ég var að heyra þetta núna, hérna. Nú, ok, varstu netlaus? Já, ég hindi ekki að borga, þannig ég var bara núna að fá mér það. Já, ok, til hamingju með það. Heyrðu, hérna, já, þessi Björn Breki, það ekki meistari, eða? Já, sem með mér á mánudum, það mikill snillingur, hann skemmtilegur. Já, ég fór nefnilega uppistand með hann með Ísland. Já. Það bara eitthvað leiðilegasta sem ég gert á æðinu, sko. Nei. Þvílíkur viðbjóður. Nei, alveg. Ég meina, sko, það ekkert fyrir að tala svo veist, samskipti kynjana og kettlingar og eitthvað svona, bara eitthvað svona pólitístæmi og eftirhermur. Já, þetta svona vinsalasti grínhópurinn á Íslandi í dag. Reka myndi ég horfa á hund kúka en að fara aftur á þetta. Nei, hættu þessu. Reyndar, það var hann Örn Árnaður hann, hann var aldrei góður. Örn Árnaður ekki með Íslandi, sko? Jú, hann var hann hérna... Hann í Spaugstofunni, Brjáln. Hæ? Eitt dökkari þarna? Örn Árnason? Örn Árnason ekki með Íslandi, það hann í Spaugstofunni. Ok, en herðu, ég fór svo til sveppa þeim. Já, herðu, ég átti nú að skila þetta þín, hann ætlar að hringja á lögreglun og ferða aftur heim til hans með eitthvað svona drikk. Og ég ekki að grína, sko. Já, þú átt ekki, ég var líka búin að segja það, þú átt ekki að fara heim til hans, sko. Hann 0 húmor fyrir. Ok, hann ætlaði hann að smakka ógeðsdrykkin og sagði, herðu, þetta bara mest ógeðsdrykku sem ég drykki á æfinni. Nei, hann gerði það ekki. Hann baði vinsalast að fara. Já, herri, ég undirbúið efni fyrir helgina, ég með stór gig. Nú, hvað gig? Já, frænda. Herri, hvað málið með Homma og Eurovision? Enn eitt árið erum við að senda... Hættu þessu Brjáln, nú stoppa ég, ekki svona dána, þetta glatað. Nei, fyrir hvað minnur? Enn eitt árið erum við að senda... Við erum ekki að fara að senda, það ekki verið að senda neitt. Ákveður þetta tengja samkynni við það sem að vera að senda út núna? Ok, ég held þá ég bara eitthvað ruggla, sorry, hvað er þetta að trúri það? Nei, þetta bara, það er búið að vera kvart undan dónaskap og öðru og þannig ertu bara að ljú upp á fólk, það er engin samkynni. Á valentínsdaginn, ákvað ég nú að viðra tíkina. Hundin? Og með hann út að borða. Ertu bara meitt með hund? Nei, með gæluna. Ég tala um að viðra tíkina ég fyrir með hann út að borða. Hvað ertu, Sverri Stormskýra? Vertu ekki svona glataður, maður? Ekki tala svona. Ok. Nei, það svona Brjáln, svona grínlaust. Vertu hagaður eins og maður. Gerður eitthvað á valentínsdaginn, eða? Já, ég viðraði tíkina. Já, glæst. Og svo fór ég bara með hann að beint heim í dagi. En konudagurinn á sunnudaginn, þá fá vonandi allir að fara á bak. Já, þetta er... Þá fá vonandi allir að fara á bak. Þetta er skemmtilegu talsmátti. Hann fór að kaupa sér smokka fyrir konudaginn. Já. Þá sagði konan í apotekinu, heyrðu, viltu fá póka með smokkunum? Þá sagði hann, nei, hún ekki það ljót. Já, það eru glæsilegt Brjáln, þetta er skemmtilegt. Ég ætla að kveðja þér núna, þú er dónaskapur. Þetta spýtar ekki káli. Spýtar ekki? Spýtar ekki káli. Herru, já. Já. En ég var að djamma þetta helgina, ég og þú, því að við erum alltaf að tala saman og svona, hvort ég ekki hókur eftir glas. Ég er að spara rólur helgina, þannig að ég auksist leppi hér bara. Ég fattaði upp orðinu djamviskubitt. Nei, þú fattar ekki upp á því. Já, jú, ég bjóða til djamviskubitt. Nei, Brjáln, það er eldgamalt. Nei, ég á þetta, ég var að spá ég að gella mér á djamið mjölkina. Já, ég kemst ekki. Ef að gellur, kannski að panta sér fullnæðingu á barnum.
Skilurðu? Ég bara heilsa þér, Brjáln. Svona, já, ég heyri þér. Later. Ok. Bye. Skýtaðu. Bye. Já, þetta hann Brjáln Breki og það þarf stundum bara að stoppa þann mann. Þannig það bara. Hann satt vissum maður ekki, hann hefði átt þetta orð djamviskubita því að maður búin að heyra þetta núna í mörg ár. Já, heldur hann hefði átt það? Já, ég veit ekki. Þannig ég hafði ekki, kannski svona 10 ár síðan maður heyrði þetta fyrst, ekki dölur að neyja þetta. Já, hann vil líka meina að neyja fésið. Hann hafi verið fyrst til að kalla Facebook fésið og fullt af svona, sko. Já, það getur vel verið. Já, þetta er skarpist rákað, það er aldrei vitan hann hafi bara byrjað á sig. Herðu, hér rétthandafarnið er Logi Bergmann, Tuðhornið og svo ætlum við líka að gefa við Hjörvar borð á Konukvöld FM. En fáum fyrst Drake og Rihanna, Take Care. Og Drake með Take Care, en hinga til okkar Hjörpa er komin góðu gestur. Þetta er, sjónvarpsmaðurinn og grínistinn, Logi Bergmann, grínistinn fjandinn hafið það. Verðstu allavega velkomin, Logi. Hvað segir, herrið, býtu, ég var nú að byrja að hækki þér. Ég að læra með tækkin, það var að fyrir að móka maður bara. Herrið, útkomin að inn, hættu þessu. Herrið, verðstu velkomin. Já, takk fyrir. Hvað segir vinur? Ég er léttur. Það ekki? Jú, alltaf léttur? Ég er alltaf léttur, maður verður að vera léttur. Nú ertu bara að það er edduvelun á laugardaginn. Já. Og kallinni kynnir. Já, Brjáln Breki komst ekki. Já, það átt að fá hann, þreytti ég. Ég finnst Brjáln Breki æðislegur. Er það bara? Ég hef verið að reyna að fá hann í ykkur gig. Já. Ég bara ekki með númerið á hann. Nei, hann er rosalega mikið að skemmta bara fyrir frænda sinn, sko. Já, svo mikið í ammælum og svona, fjölskyldinni. Hefur þú hitt hann, Hjöpi? Nei, ég hef hitt hann var að vinna eins og í Nóatúni í Hamraborg. Já. Þannig í kjötinu þar, en það var svona þar sem ég kynntist hún. Já, ok. En hann er hann ekki öryggismiðstöð? Já, hann hann var að vinna á Securitas einhvern tímann. Já, ok. Þannig að það er nóg að gera í honum. En hvernig er eins og núna á, það er ekki það mikið af svona hátíðum á Íslandi. Nei. Eins og er algengt í Bandaríkjunum, eins og Golden Globe og Óskarinn og allt þetta. Já. Er fólki í þjóðfélaginu, er það sama? Er það bara við sem erum að vinna í þessu sem er spennt fyrir velunum? Ég veit heldur að sé áhugi fyrir þessu? Það horfa allir á þetta. Er það málið? Það er alveg svolítið hort á þetta. Ég átta mig ekki á því. Ég held að svona velunafningar bara nákvæmlega eins og bara Golden Globe og okkur slúst. Þetta er ekkert sko, þú veist, skemmtanagildi þessu er ekkert svakalegt sko. Svona misjafn fer eftir ræðum og hverju vinna og svona tínu? Já, það er svolítið þannig. Ég held að menn eigi að reyna að vera skemmtilegir á þessu kvöldi. Það er að vera þannig að menn eigi að reyna að vera taka við og reyna að vera svona léttir. Það hefur verið svona gaman að horfa á þetta. Yfirleitt hefur það verið kynnirinn sem hefur verið skemmtilegast. Við höfum séð Rikki Gervais í Golden Globe. Steve Martin finnst mér frábær í Óskar. Já, ég samanlega. Þetta fer kynnirinn, það er svolítið á honum, undir honum komið, hvort það sé skemmtilegt ekki. Núna í Óskarum. Já, ég er að segja það. Hvað svolítið við nýjan tóna fá Rikki Gervais að inna? Því að hann var svona, kannski, svolítið meira brútal heldur við oft séð. Hvernig hann tók til dæmis Tim the Toolman, hvað heitir hann, Tim Allen, og aflífaði hann á Golden Globe hátíðinni. Eigum við vonað okkur svoleiðis á laugardaginn? Ég veit það ekki. Ég hef eftir að ákveða hvað ég ætla að segja almennilega. Þannig að sko, þetta er náttúrulega pínu, svona ásátti. Þetta er tvennt. Þetta er sjónvarpsútsending og þetta er ásátti kvikmyndabransar. Já. Þannig að kannski segir maður eitthvað sem er svona ásáttíðar meira efni en þú veist, maður lætur flakka þó að sé kannski það sé kannski 100.000 manns að horfa, þá voru bara að hafa það. Þá voru maður bara... Já, en ertu svona, ertu að skjóta á þekkta einstaklinga í stand-upinu? Já, ég gera það nú velina. Búin að undirbúa hvað allra sem Baltasar Kormák? Nei, hann er nú eiginlega ekkert í neinu núna, hann er bara meikað út í Hollywood, sko. Já, bara lætur okkur alveg í friði. Það eru þetta að skjóta á hann, eða ekki eitt sem er með alltaf hreinu bara þess að það hann eitthvað. Hann er einhvern veginn. Fyndið með hann Baltasar, hann heldur hans í maðurinn eitthvað. Chilla með Denzel og eitthvað svona bara, já, það er alveg léttur. En hvað er svona annars, svo spurningabomban, náttúrulega alltaf á miljón. Já, maður. Og alla fyrstu dag, finnst þér þetta skemmtilega heldur en að vera að taka fólk í spjall og svona? Mér finnst þetta alveg stórfenglega skemmtilegt. Já. Þetta sameinar eiginlega tvennt sem að... Þú hefur alltaf verið svona spurninga þátt að lúði, sko. Nörd, sko. Já. En þetta eru öðru spurningar og svo er ég líka bara finnst mér þetta svo gaman að þetta er föstaskvöld, það er allir léttir, stemmingin er þannig, sko. Rúnar eins og hann er og þetta er bara... Já, Rúnar eins og hann er, samanlega því. Já, hann leipur þessu líka, hann er búin að vera alveg frábær. Stemmingin í gestunum og spurningarnir, sko, ég hef ekkert gaman að öllum spurningaþáttum, sko. Alls ekki. Spurningar eiga að vera skemmtilegar. Það er bara lágmarks kurteisi við fólk að spurningar séu skemmtilegar. En samt finnst mér alltaf gaman eins og að horfa að Getur betur, þó ég veit nú ekki mikið þar. Já, það er eitthvað svona stemming. Ég var nú með stjórnaðan Getur betur í 7 ár. Já.
Ég horfi ekki Gettu betur. Okay. Nei, ég bara svona, Ég var í útvarpinu í MK og við hringdum okkur einast ári í Lóa Bergmann og bögguðum hann í svona klukkutíma. Hann tók þetta alltaf á sig svona, vissi svona að ég verði að tala mennskólana og við svona Gettu betur ræddum ótrúlustu hluti við hann en sem var sem betur fyrir bara í mennskóla út af því. En hvernig stendur á því? Allir bestu sjónvarpsútvarpsmenn á landinu, þeir byrja alltaf í íþróttum. Það og blaðamenn líka. Það nefnilega svolítið magnað. Mjög margir blaðamenn sem hafa komið í gegnum sportið. Það held ég vegna þess að þú lærir bara ákveðna hluti. Sérstaklega eins og í sportinu. Þá lærir þú, prófaðu eitthvað tíman. Að þú ert bara stattur eitthvað staðar og þú veist, þetta er Þróttur Haukar að spila fótboltaleik. Þá ættu að tala með honum í 90 mínútur. Það er bara skóli sem þú færð ekki í neins staðar í heiminn. Þá ættu að tala með dauðum fótboltaleik í 90 mínútur. Og maður lærir á því. Og það er bara mjög góð skóli. Þú verður eiginlega aldrei kjaftstopp eftir það. Það er ekki hægt. Og svo líka bara sjálfstæði vinnubrögð og svona þetta að vera pínu spontant og geta bröðist til hlutum og svona. Ég held að það sé svona hluti í svona sjónvarpselementinu. Og hitt er bara sjálfstæði vinnubröðum og svona að bjarga sér. En hvernig með Loga? Nú var Valentínusardagurinn á þriðjudaginn, konudagurinn á sunnudaginn. Ertu rómantískur maður? Ég er frekar rómantískur maður. Já, það kemur ekki óvart. Þú ert svona típan. Já. Hvað gerður eitthvað á Valentínusardaginn? Nei, við Svandur erum á móti. Hjöppur var einmitt að tala um hann þolir ekki liðið sem er á móti Valentínusardaginn. Við vönduðum okkur við að gera ekkert, sko. Ég hreitti í hana bara ónotum, bara því að gáðu bara skít í Valentínusardaginn? Ekki eins og út að borða eða svoleiðis? Nei, það er bara ekki að ræða. Við borðuðu væntanlega saman. Við borðuðum bara ekki. Við bara sverðum. Við borðuðum ekki með þess að ég man ekki hvað við borðuðum, en ég hef skala bara okkur finnst þetta ómerkilegt. Frekar ef maður myndi gera eitthvað á konundaginn, það er samt líka eitthvað, sko, bara, þú veist, ég er að gefa blóm af því að ég á að gera af því það er dagur eða svoleiðis. Já, en að gera bara eitthvað annað, gera eitthvað nýtt, þú veist, komin óvart, vera búin að láta renna í bað og konfekt á kentunum og eitthvað svona. Já. Takk fyrir að taka undir. Það var bara dauða þögn. Við erum sko fyrsta lagi er það þannig að það er ekki nokkur leið að neitt fá að fara einn í bað með þessa barnakríslinga okkar. Já, það er náttúrulega gleymist að þú ert náttúrulega með 15 krakka. Já, það er svolítið, tekur svolítið baðmomentið. Það er öruglega búin að éta konfetti líka. Nei, við bara, við eigum bara svona okkar, notum bara frekar aðra daga en þessa. Já, ok. Svona hina dagana bara. Já, það er, þú veist, þú verður að vera á tánum svona í þessu, ekki vera bara að segja, já, nú þarf ég að fara að gefa konunni blóm og svona. Ég veit, en nú er ég með það eru margir kallmenn að hlusta og drákar og svona og fyrst að þú ert nú búin að opinbera hérna í þessum þætti að þú sért rómantískur, Logi Bergmann. Gefðu nú strákunum eitthvað eitt gott ráð. Hvað er svona, nú ertu nú að verða 60, hvað er svona með rómantískasta sem þú hefur gert svona á þínu ferli? Getur þú gefið mönnum eitthvað svona gott ráð? Ég verða hvað, byrju? 60? Nei, ég segja svona, Hvað heldur þú samt að Logi sig á? Dótti, ég var að græða hárun á bakinu á hausinu. Svona rífa þetta upp? Já, rífa þetta. Herru, hann gerði það hérna út Chelsea, hann sagði með hann Eiður, hann reyndi þetta hérna, hvað heitir hann hérna? Frank Leboeuf. Já, Frank Leboeuf. Hann reyndi að láta rífa sem sagt svona hnakkahárin. Hársekkina. Já, hann gerði þetta fyrir einhverju 15 árum og hann er með stærsta bara sem bara til hérna hnakkan með þetta. Ég ætla bara að sleppa það. Hvað séu Logi, ertu með eitthvað tips svona? Hvað getum við gert? Bara svona litlu hlutni, bara þú veist, þér að fara í vinnuna, farðu út og setti bílinn henni í gang og skafa hann, sko, skilur, bara gerðu svona eitthvað svona hluti, bara sýndu að þú elskir kona henni, með því að gera svona litla hluti svona hluti sem hvort nennir, eru ógeðslega leiðilegir, bara gerðu þá, sjáðu til þess að... Hendi út á töluna? Já, ég ger það, ég menna, svona eitthvað kannski aðeins meira en það, ég ger það svona 6 á dagar í endalaust getið, en svona litlu hlutirni, bara... En svo að skafa bílinn bara svona? Að gera eitthvað sérstætt eða koma hann á óvart og eitthvað svona, sko. Ok, þar heyrið það, strákar. En bánsa, gefa henni bánsa. Já, eitthvað svona högni bánsa eða eitthvað. Já, sko, svo nefnda Svandur þannig, hún stundu spáði það að bjóði henni til útlanda, svona helgaferð eitthvað. Hún veit ekki meika það, sko. Nei, ok. Og svo ekki kontrófrík, hún bara, ég get ekki bara, ég vissi ekki það þessu. Nei, þetta verður að vera, þú ert að fyrir eftir svona kontrófrík? Já, bara, nei, ég get ekki, ég telum daginn, við fórum að saman á hótel daginn bara.
Ok. Bara einn nótt, bara fórum út að borða og svo bara nýstum á hótel. Kósi? Ég lét hann bara vita því áður, því ég bara, hann segði bara hvað pakkinn. Ég get ekkert gest á þessu hótel, ég er ekki tilbúðin í það, bara hvað. Þannig þú getur ekki verið með eitthvað svona óvænt. Nei, en gera bara svona hluti sem þú veist að þið langar ekki að gera. Já. Eða, litlar gjafir, eitthvað svona spottir. Ekkert vera að fara í ruglið eitthvað neginn og... Hvernig það hérna? Lesið smórastundum bara. En talandum þessu Eddu, svo klárum þetta á lögðan. Ertu klár með efnið eða kemur þetta svona til þín á staðnum eða? Ég er svona, að hugsa. Nú er ég mikið að hugsa, mjög margt á þessu, ég ekki sé. Þannig ég er svona í náttum á byttu og man ekki hvað var og svona. Þannig ég er að hugsa núna, ég misti að hugsa, ok, hvað get ég talað hvað gerist í sjónvarpi fyrra? Já. Og svona hverjir eru þarna og hvað fyndið við það? Ég er að reyna að vera, ég veist allir eigi að reyna að vera fyndnir, alltaf. Mér finnst það bara að vera lágmarkskurteisi við fólk og að reyna að vera fyndin. Já. Í alvöru. Já. Það er eins og ekki allir sem eru tilbúinir í það að reyna að vera fyndnir, sko. Það er bara að því þú blottar þig svolítið, sko, skilu. Þú er svona, það er rosa glata að reyna að vera fyndin og svo klikka það algjörlega, sko. Fólk, einhvern veginn. Það er að versta sem að veistu hvað, en þú veist, þegar að tala um þetta að segja svona ásatíð, ég þekki að vera nóbóti á vinnustað. Það er rosalega vont þegar það er ekki gert grínaðar á ásatíðinni. Já. Þá veistu svona, ég er með allt lóðrétt niður með á þessu vinnustað. Best ég drulli mér hérna út svona. Eða fara að gera eitthvað skemmtilegt. Já, það skemmtilegast er að gera grín að þeim sem að svona láta eins og þeir vilja ekki gera grín að sér. Innst inni, þá stríðni og hrekkir er með því að bara segja mér því ekki væntu þið. Ok. Þú hrekkir eitthvað, ef ég færi á Facebookið og tækja eitthvað snúning á þér, þá er ég að segja bara, ég fíla þið, þú ert vinur minn. Það er svona að gera þetta, það er svona að leggja það á mig að gera þetta við þig. Herri, ég ætla að fara í þetta í stuttar auglýsingar, við skuldum auglýsingar og Logi, talandur hrekki, ekki fara alveg strax að því ég ætla aðeins að ræða við hérna hversu hrekkjóttur þú ert hérna rétt á eftir. Viðgerðarþjónusta, húsþjónusta BJB.is. Hvað er mikið í þessum orkulykli? Orkan afsláttur alveg vinstri hægri. Loksins á matseðli, sætar franskar kartöflur. Matseðill hamborgarafabrikunar fylgir fréttablaðin í dag. Sena kynnir PlayStation 4. Gott er að vera vitur eftir á, segir Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Já. Jay-Z og Kanye West með Why I Love You hérna á FN95 Blöð. Hér réttandi á hotna ætlum við Hjörvar að gefa miða á konukvöld FN957 sem verður haldið á Austur á laugardaginn kemur. Það er líka styttist í Tuð-hotnið og fleira. Það er sem komið eitt hérna prítuð. Nú, prítuð. Hættu að leggja í stæði ljósmyndara hérna á 35. Ég er ekki í stæði ljósmyndara á 365 núna. Þetta var að detti gegnum síman hérna. Það er mjög langt sem ég lagði þar. Það ljúið sem þess að. En hann situr ennþá hérna hjá okkur hann Logi Bergmann og ég ætlaði að spyrja Logi út af því að varst nú að tala hérna rétt ára fyrir mjölusingar út í hrekki. Að hrekki einhvern væri í raunin að segja að ég þykir vænt um hann. Þú átt nú nokkra góða hrekki svona gegnum tíðina. Já, ég hef átt nokkra. Og ég var að heyra einu minn daginn, ég ætlaði að spyrja hvort þetta væri satt eða ekki. Hérna, ég átti með þess eftir að spyrja þessu. Varstu búin að breyta í símaskrá fyrir Eddu-hátíðina? Já, það var mjög gott grín. Já, ok, útskýrðu. Þetta er þannig að Brynhildur Ólafs, sem er fangastjóri Eddunnar, býr í Sjómagötu, sko. Já. Sjómagskona Já, og konars Róberts Marshalls, þannig að þau komu yfir í spilakvöld ekkert fyrir, sko, það var bara mjólni, sko, heiti fyrir, sko. Ok. Það er meirinn ár síðan. Og það kom eitthvað tíma og ég fikk eitthvað í hann og skipti á númeri á Agli Helga og Geir Ólafs. Bara eins og ég hef oft gert þetta, skiptum og þetta er mjög skemmtilegur ekkur. Og það sést ekki í SMS-um, þá var þetta mjög vandræðilegt. Farið eitthvað skrítið SMS frá konniðinni, sko, og það er bara svona, akkur hún spyrja maður þessu. Þannig að þú breytir númerinu hans hérna Agli Helga í Geir Ólafs. SMS á Egil og segir hérna, sætlar til ég að veita velun á Eddunni. Og það bara bling, svara strax tilbaka. Já, ég er nú ekki, og hringdu. Svo hringi bara síminn. Hæ, segir hún. Þetta Geir? Geir Ólafs? Ég veit ekki hvort ég kemst af þetta velun, ég held ég verði úti bara akkurat þetta. Hún sagði þetta og hún ætlaði að drepa mig. Já, það hefði verið best að hún bara fengið tilbaka, já, ég er klár. Já, ég er klár, svo bara byrst af staðnum bara. Það hefði verið mjög erfitt að útskýra bara, nei, herru, þetta var vist einhver hrekkur, Geir, þannig að það hefði verið best að láta þá bara aðvenda saman þá. Já, við Geirindar, það er gott að mynda okkar Geirs. Geir er snilling. En svo heyrði ég líka hérna, hvað var það með Gísla Martin að hann hafi verið á hóteli í Washington. Það er þetta grófur hrekkur, finnst mér, á svona pólitíkus. Já, hann var ekki pólitíkus þá. Þá var hann bara fréttamaður á sjónvarpinu. Ungur, hann leit út fyrir að vera 11 ára. Og hérna var sennilega
Beggi eða eitthvað, hann að vera 30 þessu það. Já, veistu, þetta er íslenski Benjamin Button. Það bara hann. Hann bara eldast í vitlaus átt. Það bara það í. Þá sendi ég telefax með uppsingum vændi í Washington. Strika undir passaði á krakkórunum og svona merkja við alls konar, múin að leggja mikla vinni í þetta og merkt þetta svo bara as requested og confidential. Það var alveg pott í þetta staffið á hótelinu. Það stundur confidential, þá mun liða á hótelinu lesa þetta. Svo kom hann og hann var bara í rugglinu, bara í lótt. Það nátti ekki breyk hann, Það var í nokkra daga, rosa fínt hótel, Hjörvar, þú ert ekki svona einhver hrekkjalómur? Jó, ef einhver drekkur það svo mikið, þá sendi ég honum friend suggestion á Þórarinn Tyrfingsson. Já. Það hefur svona verið... Það er meira svona sumir hrekkjur þannig, þú vilt segja eitthvað með þeim líka. Þú vilt svona benda aðeins á, þú þarf kannski aðeins að spá í þetta. Það er nefnilega, og það getur alveg verið meiningið, besti hrekkur sem ég veit ég kom ekki nált á hann, það er ógeðslega góð. Það voru sem sagt á vinnustaf og það er sem sagt, menn sitja svona hvora mót öðrum og þú veist hvernig tölvurnar eru, það eru USB-port aftan á og gæðins satt á móti, hann tengdi mús í USB-portið hinn tölvunni. Svo bara reglulega í heilt ár þá hreyfði hann músuna aðeins. Sérstaklega hinn var í Excel, fær eitthvað inn og hann var búinn að skipta mús svona 10 sinnum, hann var búinn að skipta lyklaborð, hann var búinn að láta fara yfir tölvudeildina, fara yfir tölvuna aftur og aftur og kalla tölvudeildina til að sýna þeim hvernig músin kipst alltaf til og af því að tölvudeildin kom hann virka aldrei. Það gekk ekki heilt ár. Hann var að vera geðveikur, hann stóð upp bara stundum og öskraði og það vissi allir vinnustæðarinn á þessu. Allir nema hann. Gekk heilt ár. Það eru bestur hekkið sem að býða, það er svona lengi. Já, við einhvern. Þá ert að segja, þú skiptir mig máli. Mér finnst þú vera þess verði. Já, það er svona í lokið, það er svona vestirhekkur sem ég lendi í svona löngum hrekk sem að beði alveg heilengi með. Það var að Gummi, sameiginlegu vinur okkar í Hjörvar sem að horfi nú á The Table, Gummi. Og þá var það að hann, mér vantaði svona, hann var með konu heima á sig sem var að þrífa hjá hann og hann búin að segja að það væri rosa þægilegt og eitthvað svona og þetta er fyrir 5 árum eða 4 árum síðan eitthvað. Ég byrði hann að senda mér númerið hennar yfir í síma minn og hann sendir það og þar les ég Katrín Trifalgi og þetta er kona, hún er frá Rússlandi og við erum ennþá góði vinni í dag og kikið stundum heim og svona að þrífa og nema það ég segi svo við hann, svo þegar ég kem og hitt hann þegar hún er búin að koma og þrífa og ég bara, ég veist snillingur þessi Katrín Trifalgi maður, þetta var bara þvílíkt, þú veist, allt spikk og span og var alveg rosalega ánægð með þetta og var alltaf að tala Katrín Trifalgi. Og svo erum við í matabóði þar sem að, og það er svona 7-8 mánuðum eftir að hún byrjaði að þrífa hjá mér, þá setjum við allir í matabóði og þá eru 8 mann, svona vinir og annað og ég er við erum að borða og svo kemur og ég spurt, hvað heitir þetta kona sem er að þrífa hjá ykkur eitthvað? Ég Katrín Trifalgi og það byrja bara allir að grenja og hlátri og ég eitthvað svona fatta ekkert hvað svona fyndið og ég, hvað svona fyndið það og ekki neitt, ég bara, varst að ljúga að mér var að fara upp á hana, hvað grín ég gangi, þegar hlóa allir bara svona rosalega og ég vissi ekki neitt og þá var hann búinn að bíða mig að segja mér það í 8 mánuði að hún heiti bara, ég er með þess að kalla hana Katrín Trifalgi, hún heiti bara Katrín en þetta var Katrín Þrifagjalla í símanum hjá honum og ég held þetta var eftirnafn hennar og í 8 mánuði kallaði ég hana þetta og hann sagði mér aldrei neitt þar til að loksins það var bara matabóð þar sem var búið ákveð þeirra ok, nú segjum við auðvitað gríni og það var viðbjór. Þetta sjáð bara leggjast að vinna á því. Þetta er vinnið. Þetta eru bestur hekkirnir. En Logi gangi sem allra best á laugardaginn, kynnir á Eddunni. Við Hjöppi ætlum að gefa mið á Konukvöld FM 957 rétt eftir þetta lag. Þetta er Eminem með Spacebound. Eminem, við Hjöppi Ká sitjum og verðum til 6 með ykkur kæri hlustandi og það er hins vegar komið að því að gefa á Konukvöld FM 957. En hvernig Hjöppi, við verðum ekki farin eitt leika en eitt annað, það ekki bara heyra í einhverjum fallegum dömum að núti og ræða hans við þér? Ekki bara heyra í einhverjum fallegum dömum, jú, endilega. Opnum fyrir síman, FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn, ertu ekki á Konukvöldi? Það passar? Já. Já, hvað heitir þú? Ég heiti Júlía. Júlía, ok, má ég spyrja hvað úr gömul, Júlía? Ég er 22. Ok, hefur þú farið á Konukvöldi áður? Nei, það reyndar ekki. Nei, svona fyrsta Konukvöldi sem verða á? Já. Er ekki einhver gæi að strippa og eitthvað svona þar? Nei, er það? Það ekki? Nei, ekki á þessu Konukvöldi, en það er oft, sko. Ég held að það væri bara svona partur af... Það er eitthvað svo cheesy, maður. Við erum eitthvað svona að gefa eitt massaðan gaur að strippa þarna fyrir kona. Ef ég var í kona myndi ég vilja hafa það á Konukvöldin. Ok. Glæsileg. Hvað eru þín konunda margar, Júlía? Heyrðu, við erum
4. Þannig að Júlía pluss 3. Já. Það eru glæsilegt. Þá bara óskaðir bara vona og hafið gott kvöld og þeir skemmt ykkur, skvísinnar. Takk aðeinslega. Hafa lítið, ok, bye. Tökum allavega 2 símtöletni. Viðbót FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn, er það ekki að mér? Það passar. Og þú heitir? Ég heitir Þórdögg. Þórdögg? Já. Þóradögg. Heitirðu Þórdögg eða Þóradögg? Þóradögg. Það sjálfsögðu. Þóradögg, og hvað eru þið margar? Við erum 4. Við erum 4, þá er það Þóradögg pluss 3. Og hvað hefur þú farið á svona kunnumkvöldaður? Nei. Nei, ok. Má ég spyrja hvað gömul? Ég er kallinn á útlöndum og skilum eina eftir hérna. Já, ok, þá er að gera að fara bara með vinkonum á kunnumkvöld og all in, maður. Akkurat, það er all in í kvöld, sko. Nei, það er kvöld. Já, og í kvöld. Það er bara kvöld. Það er stationhelgi þegar gallinn úti. Það voru bara 50 dag til sunnudags. Akkurat. Hvað er maðurinn að gera úti? Hann er bara að djamma með köllunum. Það er ekkert annað, maður. Að gera. Grjótharður. Já, þá bara gerir þú slíkt þið sama hérna á Íslandi á laugardaginn og þú ert á gestalista ásamt 3 vinkonum. Ok, takk, bye. Já, ég glemdi þetta að spyrja eitthvað á konu hérna það sem voru ræðið með ljótuna. Það síðast ég sengjum FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Og þú heitir? Ég heiti Ásta. Ásta. Og hvað eru þið vinkonuna margar? Við erum 4. Þið eru 4, Ásta, þið eru allar 4 saman, komið í hjörðin maður. 4 saman. Já, og hvað má ég spyrja, hvað er þú gömul, Ásta? Ég er 28. 28. Kannast þú við það sem við rættum hérna fyrir þættunum, kannast þú við að vera með ljótuna? Já, kannast ekki allar konur við það? Já, við vorum einmitt að ræða það á hann, við gáttum nú ekki alhæft það, en það sem við höfum spurt út í þetta, við allar kannastu við þetta. Ég held það hljóta vera. En áttu mann? Já, mann. Ok, en finnst þér hann stundum fá ljótuna? Hefur þú hort á hann og hugsað mér, hann er með ljótuna núna greið? Nei, ég held ekki. Nei. Ég held að ég vona að hann horfi ekki á mig og hugsa, hún er með ljótuna í dag. Nei, það var einmitt það sem ég var að segja, þannig að kallmenn er ekki að hugsa það, en þess vegna var ég að spáði hvort að konu myndi hugsa að gagvart hinu kynni hins vegar. Nei, alls ekki. Þetta er bara eitthvað svona self-destruction, eitthvað, hvenna dæmi eitthvað held ég. Það er bara eitthvað persónubundi. Já. Þú ert allavega hérna á lista ásamt 3 vinkoninum, við vonum bara hérna ljótandi eftir kynna á laugardaginn. Ég ætla rétt að vona það. Ok, góða skemmtun. Ok, bye. Þá gefum við ekki fleiri miða, við erum búin að hatta gáðu hvað? Þetta eru 4, 8, 12 konur á leiðin á konukvöldi. Já. Það er ekki bara blúsandi fínt. Jú, það er rosalega fínt. Já, hefur þú farið á kallakvöld hér ás? Ég farið á herrakvöld. Já, herrakvöld meira kannski. Þetta voru oft býsna skemmtileg kvöld. Það var eins og alltaf þannig, herrakvöld voru alltaf þannig að mætti strippar inn og svona. Já, ertu svolítið fyrir stripparna? Nei, það var svona að brauti þetta svolítið skemmtilega upp. Já. Það kom oft einhverja stelpur að Vegas eða eitthvað og það bóðið í treyjur og þær voru í þeim og svo fóru þær úr honum og svo sem keypti að vann fekk það Þannig húlum hæ? Já, en svo kvartaði ég. Já. Undan þessu. Já, varstu hann þreyttur á þessu? Og var hann þreyttur á þessu og í dag er þetta orðið svona munn síðari samkomur. Já, ánægði með þeim. Já, mér fannst þetta full karlætt og leið illa á svona samkomum. Ég er nokkur svona skemmt á svona konukvöldum. Þetta er, það er mjög Það er ekki betri stemning á konukvöldum. Jó, ég ætlaði að segja það, það sem allavega sem að vera að skemmta, þá er það allar í þvílíku stuði og það er svona að vera að prófa kokteil og eitthvað og það er mikil stemming á konukvöldum sem ég var með, ég myndi náttúrulega að fá strippar ef ég var með eitthvað svona kvennakvöld. Já, það er svo plebbalett eða ekki? Nei, það er vola plebbalett þú ert hérna edrú bara að tala í eitthvað útvar svo með fullt kvennakvöld og kannski með 2 frá Kúbu og 1 frá Júgoslavíu eða eitthvað svona. Þarf það að panta þetta utan þá? Ætlar að fá strippara? Spurjum bara eina, þetta er nú bara gott hérna, ég ætla að opna fyrir síman og aðtökast þér bara hjörpi, ég skal gefa hérna nokkra viðbútt ef að konuna svara hreinskilið hérna. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, myndið þú vilja hafa strippara á konukvöldinu núna á laugardaginn? Nei, ég held ekki. Nei, er eitthvað plebbalegt við það? Hvað segir þið? Er ekki eitthvað plebbalegt við það? Jú, eina. Þetta er, ég held að þetta sé meira bara í Hjörvari, Ok, ég held að þetta væri frábær hugmynd. Hjörvar heldur að vera allt vitlaust fyrir konundar ef að mætir eitthvað gutt sitt strippara þarna frá Kúbu eða eitthvað. Þetta er bara einhver hugmynd sem ég hef með. En ég með að það getur vel hún sér liðlega, Það er ekki allar hugmyndir sem ég fæði góðar. Nei, þess erum við að spyrja konundar þetta. Þannig að þú vilt meina að það sé ekki góð hugmynd. Nei, ég held ekki. Ég ætla að bjóða þess að á konukvöld. Já, frábært. Hvað heitir þú? Ég heiti Sonja. Sonja, hvað stóttir? Hafsteinsdóttir. Og hvað eru þið margar vinkonunnar? Hvað segirðu? Hvað eru þið margar?
Herðu, við erum 4. Þeir eru 4, þannig að það er +3. Já. Herðu, þá ertu bara komin á lista. Þú ert með svipa rödd og konan í Nýttlíf hérna. Manski hérna sem tók á móti þeim og sýndi þeim hérna í kringum. Já, þarna í fiskjúsinu. Já. Vá. Varum til að segja einu sinni, hafið þið unnið í fiski áður? Hafið þið unnið í fiski áður? Já, þetta er þú. Það eru glæsið. Takk fyrir þetta. Herru, skemmtu vel á laugardaginn. Góð skemmtun. Takk æðislega. Ok, bye. Herru, ég ætla að spyrja þetta eina, en þannig að við Hjöppi fáum 2 séns að spyrjum hérna eina í viðbútt. FN95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Myndir þú vilja hafa strippara á konukvöldinu á laugardaginn? Ekkert frekar. Nei, þú myndir ekki vilja hafa einn helskafinn frá Júgóslavíu þarna að dansa fyrir fram að þeim? Nei. Nei, ég er einmitt að þetta er það sem ég var að reyna að segja Hjöppa þetta. Þetta er döitt. Herra, hvað heitir þau? Selma. Selma, hvað er það? Björns? Nei, lélega. Nei, Harðar. Harðar, Selma, Harðar. En Öddi, ef þú væri í alveg hella góðu formi, myndir fá svona 200 skall fyrir að strippa. Myndir þú gera það? Þyrfti ég að fara niður á baun, eða? Já, bara taka þetta alltaf pakka. Nei, ekki séns. Ok. 250 skall þá? Allir með síma og viðbjóður og svo bara framan að séð og þeir Auðun Blöndal ákvað að strippa á konukvöldi FM. Nei, ég myndi aldrei gera það. Ég gefi handlegg fyrir það, svona ágríns. Myndið þú gefa handlegg? Herri Selma, hvað er þið margar? Herri, við erum 4 líka. Þeirra, alla 4. Þið bara ferðist í fjara konupökkum. Já. Herru, takk æðislega fyrir að ringja og vonandi skemmtur þið vel. Já, takk hérlega fyrir. Ok, góða skemmtur. Bye. Herru, þá gefum við ekki fleiri með það. Engar konur sem við tölum Ég væri til í að sjá þig strippa og vera með International Love undir eitthvað. Veistu hvað, ég trú ekki sem ég var að segja, veistu hvað er versta í heimisamt? Ég veit við hvað lag ég myndi strippa ef ég myndi strippa. Hvað lag myndi strippa? Ég myndi taka eitthvað grjótarald Jackson. Herru, fáum möguleikar. Strákar, í tilefni konudagsins á sunnudaginn ætlum við á FM 957 að vera með veglega konudag 957 og þú gæti nætt þér í þennan veglega konudagspakka handa konunni þinni. Flugfélag Íslands kynnir. Þá er loksins komið að því. Árleg skíðaferð FM 957 til Akureyrar verður farin helgina 3. til 4. mars. Nú endurtökum við enn einu sinni þessa ótrúlega vinsælu ferð FM 957 til Akureyrar. Við ætlum að fljúga norður laugardagsmorguninn 3. mars klukkan 9:30 og tilbaka aftur á sunnudeginum klukkan 19:40. Sem sagt, 2 heilir dagar í Hlíðarfjalli. Innifalið í þessari mögnuðu ferð er flug norður, gisting á gistiheimili Akureyrar, helgarpassi í Hlíðarfjalli, rútuferðir, léttur matur og brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Allur þessi pakki er á aðeins 22.9. Alls ekki bíða. Skráðu þig strax hjá Hópatel Flugfélags Íslands í síma 570 30 75. Engar uppskriftir, engar afskriftir, bara bensín og olía. Atlandsolía, lengi lifi samkeppni. Úrilla Górillan kynir Heineken Party Quiz kvöld í kvöld. Úrilla Górillan og Heineken á kartinum. Er allt klárt fyrir stórleiki helgarinnar? Enski boltinn er á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Hraðtilboð frá Icelandair. Boston frá 27.900, Amsterdam frá 16.900, Trondheimur og Stavanger frá 14.900 krónum, aðra leiðina með sköttum. Bókanlegt til hádegis á morgun. Bókanir og aðrar upplýsingar á icelandair.is. FM 95 Blöð er í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blöð á FM 95.
það sé enginn í heiminum svona hrestar en þunnur. Allavega myndi ég ekki syngja þinguna af hamingju eins og þessi maður og já, ég veit ekki með þetta lag. Hvernig þetta lag, Hjöpi? Já, þetta fínt. Allt í lagi svona. Herðu, það ekki mikið eftir á þættinum en við ætlum eins og að fara núna í dagskrálið sem hérna í hverju viku, alltaf á 5 og sá dagskráliður heitir Tuðhorni. Tuðhornið í FM 95 Blöð. Á ekkert að fara að moka göturnar. Strákæs, stelpæs, hommæs, veitu hvað endar þetta allt saman? Ef þessu ekki breytt þá drep ég mig. Hvar endar þetta allt saman? Hvar endar þetta allt saman? Þetta vanhæf ríkisstjórn. Af hverju fá konur í viðskiptalífinu ekki meir umfjöllun? Það vita það allir að hann hálfviti. Hvernig getur Luis Suárez fengið 8 leikja bann fyrir þetta? Já, við garbaðingar heimtum úrbætur. Ég læt alla vini mín á Facebook vita ef þessu verður ekki breytt. Hann bara tónalug. Erum við öll að borða innasalt? Nei, strákar, nú haldið þið kjafti. Síminn 511 0957. 511-0957, við ætlum að enda þáttinn á, við ætlum bara að taka 2 tuðra í dag, eða ekki, Hjöpi? Jó, bara vel undirbúið tuð. Já, Manchester United Ajax að fara að byrja fyrir áhugasam og það eitthvað sem að blöðmaðurinn þarf að sjá. Þannig við ætlum að taka Stöðusport. Já, Stöðusport og velvalinn tuð hérna. Ég ætla að opna fyrir síman, þannig að það eins gott, ég skelli á ef þetta ekki gott tuð. FM 95 Blöð, góðan daginn, velkomin í tuðhorni. Halló. Næja, það bara skellu á svona. FM 95 Blöð, velkomin í tuðhornið. Já, góðan daginn, ég ætla að tuða yfir Arsene Wenger. Ok. Tuða yfir Arsene Wenger, ok. Já. Eftir leikinn í gær væntanlega? Já, bara þetta allt tímabilið. Ég held að kallið mætti nú aðeins fara að hugsa meira stuðningsmenn Arsenal og vilja tita fyrir budgetið, sko. Já, vilja Arsenal menn láta reka Arsene Wenger samt í alvegna? Allan að ég vil að, ef hann verður ekki rek, hann getur náttúrulega bara sé sensin eins að ef hann fer ekki að laga, sko, kaupa leikmenn. Já. Þá getur hann bara sé sensin eins því að taka bara hattir og fara, sko. Já, ok. Þannig að þú ert ósáttuð hann? Ekkert lítið, sko. Svona liðið svo Tottenham eru fyrir ofan okkur, sko. Þetta svona lið sem á að vera allan fyrir niðan okkur. 1-2 sæti, sko. Já, hvað ekki? Arsenal í 4. sæti í dag, eða ekki? Þeir eru í meistaradeildarsæti, já. Með allt niður sem meistaradeildinni. Já, þetta var afhróð í gær. En það er náttúrulega ekkert auðsig að við höldum því allt tímabilið, sko. Nei. Herðu, ok, þannig að þú vilt, já, þú ert að tuða yfir Arsene Wenger. Við ætlum að taka 1 tuð í viðbútt og ég vona bara hérna þetta snúist, ég vona þetta snúist ekkert allt og vel hjá okkur, en ég beð heilsa. Ok, takk. Bæ, við getum ekki farið að hvetja Arsenal, eða vona Arsenal munum gangi vel. En FM 95 Blöð, góðan daginn, velkomin í tuðhornið, síðasta tuð dagsins, átt eitthvað gott. Já, skellti bara á, vá. FM 95 Blöð, velkomin í tuðhornið. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég heyrið út með svona tuðrödd. Ég mjög reiður. Já. Ok, komdu með það. Ég nefnilega mjög pirrar út af veður. Já, reynda góður punkti, djúvillig var þreyttur á sem maður. Maður fekk snjóinn, maður orðið nóg sáttuð hann. Já. Svo fer hann, maður búinn að sætta sig að hann verið farinn. Svo kemur hann aftur og hann ætlar ekki að ákveða sig. Ég er mjög ánægð með þetta tuð, því ég var sjálfur að tuða í haustum að mér aðan þegar ég sá allan snjó komin úti. Þetta er orðið illa þreytt, maður. Ég veit að maður komin í sumarfíling, ég var bara komin út á stuttbuxur og flip-flops. Já, maður var alltaf að dotta inn í svona vorið, þú veist, að byrja að rigna og byrja að hlýna og Hjörvar, ert þú ekkert þreyttur á þessu eða? Nei, ég náttúrulega hef gaman að þess að því ég er að jeppa. Þú ert ekki að jeppa, þú ert ekkur Nissan. En hvernig bíl ert það á? Ég bara á ekki bíl, ég er 17. Já, ok. En hvað 17 ára tuðu við snjónum? Já, ég er svo sumar. Ég meina þetta er liðið sem þarf að labba, sko, þannig að það er skil að það tuði, sko. Herri, já, þetta var gott tuð, takk hérlega fyrir þetta. Burt með snjóin. Takk fyrir það. Burt með snjóin. Ég er eftir snjónum burt. Já, við erum sammálað því. Ok, bæ. Herru, við ætlum að taka 1 hérna í viðbót síðasta tuðu dagsins, FM 95 Blöð, halló. Já, sæli, drengir. Sælis. Herru, brattið maður. Ég er brjálæður. Akkur? Herru, B5, þar síðustu helgi. Hvar voru þið? Þar síðustu helgi? Já. Þá var ég erlendis, ég var í New York. Klöppi? Já. Varst þú á B5? Nei. Já, það er ekki hægt að hreyfa sig fyrir þér. Nú býttu hvað er í gangi? Þú varst í sleiku einhverja ljósaröða með? Já. Aðalmaðurinn á dansskólanum. Segðu. Glæsilegt. Hver er þetta? Hvað er það búið stegla? Er það bara eitthvað til í þessu? Þar síðustu helgi. Jó, það var þarna Sistín. Þetta var FM 95 Blöð þennan 5. daginn. Við þökkum Loga Bergmanni kærlega fyrir komuna og Brjálbreki var á sínum stað. Flottu lagkeppni, Hjöpi, hvernig fór hún aftur? Ég er búinn að glemma þig. Hvað gerist? Þú varst. Takk fyrir það, komið 4-2 yfir. Vonandi hafið það sem allra best í kvöld áfram Manchester United á móti Ajax. Ég verður mættur hérna aftur á vaktina á morgun þar sem að við verðum meðal annars föstudagslægið og fleira. Þannig að vonandi stillinn á FM 95 Blöð klukkan 4 á morgun. Hann einu svo að mættur hérna. Hann Rikki G. Tur ekki neitt.
afsakið vélamótunum, en við ætlum að enda þetta á alvöru hljómsveit frá Skagafirðinum, Úlfur Úlfur. Og þetta með þess að vel við, ég er farinn, því að ég er farinn. Hvernig er þessi, Jöbbi? Jó, flott. Ég er með sólinn í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo þreytt og dagarnir líða hjá. Svo bjart það sást og ég missa allan og Hátækni ætla að gefa þér möguleika á að eignast nýjan byltingarkenndan Android-síma frá Motorola. Razer er aðeins 7,1 mm þunnur og er því þynnsti síminn á markanum í dag og jafnframt svo sterkasti því síminn er úr kevlarefni sem er sama efni og er notað í skotheld vesti. Svo er síminn vassvarinn með nanotækni. Ef þú vilt eignast þennan frábæra síma sem kostar 99.995 krónur skaltu fara sem snöggvast inn á fm957.is og skráðu til Tíma og eitt feskan og góðan línubát. Sölabáta. B5. Við seljum gull. B5 Bankastræti. Toppleikir í Evrópudeildinni á Stöð 2 Sport í dag. Ajax Manchester United klukkan 17:50 og Porto Manchester City klukkan 19:55. Fáðu þér áskrift í síma 5 12 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Húsþjónusta BJB. BJB.is. Prófaðu nýjan bát á Subway. Barbecue grísasamloku. Subway. Alltaf fest.